Mögnu jólagleðir af Heilbrigðisstofnun Suðurnesja en efnt var til jólaskreytingakeppni milli deilda á stofnuninni í byrjun mánaðarins. Víkurfréttir voru kallar til leiks til að dæma og finna sigurvegara. Það verk var erfitt því metnaðurinn í jólaskreytingum var mikill. Sjúklingar og gestir stofnunarinnar njóta nú jólaandans á Heilbrigðisstofnun því hver einasta deild er mikið skreytt sama hvert litið er. Já, það er ótt að segja að jólastemningin sé alls ráðandi á Heilbrigðisstofnun. Hægt er að sjá hjartalínurit á veggjónum í formi jólaskrauts hjá slysadeild og þegar við kíktum inn í röntgen þá mætti okkur þessi myndarlega beinagrind í jólaklæðunum. Öðruvísi jólaandi hjá stúlkonum í röntgen er ótt að segja. Fæðingadeild var vel innpökkuð og myndirnar uppi á vegg líka. Víða stofnunina mátti sjá ótrúlegt jólaskraut. Innpakkaðar hurðir og sjáu þetta í skólahjúkrun. Drykkjarmála snjókall skreyttur með glimmer og tilheyrandi. D-deildin var með lifandi jólasvein, sjálfan Skýrgám, þann þekktasta á Suðurnesjum til margra ára. Hann þurfti einlögg kallinn og lá ágætla á honum þegar við hittum hann. Jólaandinn sveif yfir vötnum í ungbarna eftirlitinu. En áðurum við greinum frá úrslitunum í jólaskreytingakeppni Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja skulum við aðeins kíkja inn á heilsugæsluganginn. Þar eru ekki bara læknar inni í stofum, heldur líka á hurðunum. Það voru að segja að það sé mikil metnaður þetta. Hvað er þetta hérna vegnum hjá þau núna? Við erum hérna með hjartalínurit, þannig að þema hjá okkur var náttúrulega að tengjast jólaskrauti við eitthvað svona heilbrigðisþema, hjúkrunarfræðinga, lækna, sjúkraliða. Þannig að við gerum svona jólasveinahurðina. Þetta er til dæmis læknir sem er tilbúinn að taka hægðapröfu og hann er náttúrulega í svona sokkum hérna til þess að passa sóttvarnir. Svo hérna í ganginum er Hugrún, hún er kvensjúkralæknir. Þannig þá fannst okkur svona kannski gott að hún er að fæða jólasvein. Já. Hérna er hann að koma út, hérna eru svona, hún er mjög liðug þessi kona, sko, kona jólasveinsins. Hann horfir hérna uppi og fylgist með. Vel gert í heilsugæslunni en þá yfir í úrslitin. Heilsugæslan með alla sína lækna og jólalínurit lenti í 4. sæti. Í öðru til 3. sæti voru D-deildin með Skýrgám sinn og skólahjúkrun sem státaði af heimagerðum snjókalli og jólasveinum á ferð og flugi. Sigurvegararnir voru konurnar í heimahjúkrun sem hreinlega útbjuggu nýtt jólaheimili með flestu tilheyrandi, meðal annars sérgerðu jólamatastelli frá Vestmannaeyjum. En hvernig fóru þær að þessu? Þetta er gríðarlegur metnaður hjá ykkur. Þvílíkur metnaður. Við erum svo metnaðarfullur hópur, heimahjúkrun. Það hlýtur nú að vera gríðarleg vinna á bak við þetta. Í rauninni ekki. Okay. Það var einn fundur. Við erum búin að vinna í fjöldan allan árum saman. Það þurfti bara einn fund, ákveði hvað við ætlum að gera og svo bara skiptum við verkefnum og við klárum þetta í gær. Og var ekkert mála við að sér, hvað var að segja, efni við í þetta? Já, við fórum kannski svolítið svona ýmsar leiðir og það kom hérna maður í gærmorgun með sófasett. Sófan hérna, gömlu og hérna svona ýmislegt sem að glös og stell og allt, þetta er alveg bara, eins og maður segir, alveg alvöru jólaborð. Þegar við ákváðum að leggja til borðs, þá sagði ein að hún ætti móður sem hefði málað stell, öldru kona í Vestmannaeyjum, og hún myndi vera svo glöð að fá að sjá þetta stell í blöðunum eða sjónvarpinu, þannig að við bara settum okkur alveg í gírinn. Þannig að, en þetta hlýtur svona hvað er maður að segja, að rífa upp andan hjá starfsfólkinu, svona stemning? Þvílík stemning. Það er svo gaman og það er ein hérna sem hefur unnið yfir 40 ár og hún hefur aldrei séð aðra en stemmingu á jólunum. Bara virkilega gaman og við þetta er fyrsta skipti sem ég sé, ég hef allavega ekki séð jólatréð tekið upp svona snemma. Og já. Þannig að þetta er og það er bara gaman í heimahjúkrunum, virkilega, það er alltaf stuðina. Góður hópur. Ég sé líka að þetta hefur haft gríðarlega góð áhrif bara af því að það eru alla deildir svo með mikið metnað í þessu, þannig að þetta er svona
hvað við segja, góður andi og stemning hjá öllu starfsfólkinu. Í húsinu, já, það er það. Tvímælalaust. Frumkvöðullinn að þessari óvanalegu keppni, Ólafur matreiðslumistari, var auðvitað ánægður með hvernig til tókst. Þú ert hugmyndasmiðurinn að baka þessi skemmtilega hitt hérna, hvernig þetta er þetta í hug? Ég bara hef ekki hugmyndið, en þetta ætti hug að gera bara eitthvað skemmtilegt. Þess aðeins að minna á að jólið var að koma, lífga aðeins upp á þetta og hafa gaman. Þetta er skemmtileg vinna og frábært fólk, bara hafa gaman saman. Þetta eru aldeilis tekist vel, þetta er alveg magnaður, bara metnaður ef að nota þau sterku orð. Já, ég ger ekki neitt, ég komist bara að stað, fólki sá þetta sjálft. Þannig að áhugin var bara gríðarlegur strax svo upphæði, samkeppnisandinn. Já, alveg bara, þetta er svona ótrúlegt jólaskraut þarna innanum, sko. Já, þetta er hreint, kom mér alveg gríðarlega óvart. Það er fólki búið að leggja ofboðslega metnað í þetta og stemmingin hefur bara verið frábær samlega þessu. Þannig að þetta er búið mjög gaman að þessu. Það hjálpar til upp á starfsandann. Heldur betur og ég hef ekki vinnustæði sem svona, finnst mér mikið gleði og gaman að vinna. Þannig að þetta er alveg nýtt fyrir mér.